Phileas Fogg og þjónn hans Passepartout voru á ferð umhverfis jörðina á 80 dögum og höfðu nú loks náð til Omaha. Hraðlestin til New York bjóst til brottferðar. Þeir flýttu sér borð og þeir höfðu fundið klefan sinn var lestin komin á fulla ferð. Fogg og Passepartout komu sér þægilega fyrir í sætum sínum. Gufuskipið Kína leggur af stað frá New York til Liverpool eftir nákvæmlega 48 klukkustundir. Okkur ætti að takast að ná því ef lestin heldur áætlun, sagði Fogg, og svo fékk hann sér blund. Skyndilega nam lestin staðar mitt í auðninni. Stöðunarmerkið var á. Hvað skyldi þetta að þýða, hugsaði Fogg með sjálfum sér. Svo gerðist hann óþolinmóður og ákvað að spyrja lestastjóran hverju þessi töf sætti. Hann stóð við emriðinu og klóraði sér í höfðinu. Já, hérna, sagði hann svo. Ég hef farið þessa leið í 10 ár og aldrei fyrr þurft að stansa hér. Einhverjum hefur dottið í hug að gera þér grikk, sagði herra Fogg. Getur ekki bara haldið áfram? Nei, sagði lestastjóran. Það má ég ekki gera. Ég myndi hlýða þessu stöðunarmerki jafnvel þó ég yrði að vera hér fram á sumar. En herra Fogg vildi ekki bíða svo lengi. Hann vissi að lestastjóran var alvara. En þar sem hann taldi að hér væri aðeins grikk að ræða, ákvað hann að fá Passepartout í lið með sér og athuga umhverfið. Þeir rákust á gamlan skúr. Þar inni lá flakkari og skar hrúta. Á fætur með þig, sagði Fogg hranalega. Flakkarinn hrökk upp með andfælu. Hvað? Spurði hann ruglaður. Ó, lestin komin? Einmitt það, sagði herra Fogg. Svo þú ert að bíða eftir lestinni? Vítaskuld, sagði flakkarinn. Þess vegna setti ég stöðunarmerkið á. Ferðalöngunum varð orðfall. Þú ert svei mér gamansamur, sagði Fogg og hristi höfuðið. En þér hefur orðið að úrskuðinni. Lestin bíður eftir þér. Þeir félagar hlupu til lestastjórans sem var ofsa reiður hann hyrði hrekkjarbaragð flakkarans. Þvílík frekja, æpti hann að flakkaranum. Þú verður sektaður 100 dali. Þess sér það ég á ekki neitt nema fata reflana utan á mér, kveinaði flakkarinn. Ég skilði þá bara eftir, sagði lestastjórinn. Það bætir okkur ekki upp tapaðan tíma, sagði herra Fogg og dró 100 dala seðil upp úr vasa sínum. Leyfið mér að leysa málið. Svo gaf hann lestastjóranum líka 100 dali í þeirri von að sá síðanemdi gerði allt sem hann gæti til að vinna upp töfina. Stuttu seinna var lestin komin á fulla ferð og þaut áfram í áttina til New York. Þeir komu til New York klukkan 9:45 þann 11. desember. Þeir stigu út úr lestinu og flýttu sér niður á höfn. En þeir gátu hvergi komið auga á skipi sem þeir ætluðu sér að taka sér far með. Hins vegar sáu þeir hvar kona sat á tösku sinni. Það var engin önnur en Aoda. Þau voru svo fegin að hittast að þau föðmuðust og kysstust. En því miður hafði Aoda sorgartíðindi að flytja. Kína, sigldu úr höfn fyrir 40 mínútum, sagði hún skjálfurrædduð. Þetta var ferðalöngunum svo mikið áfall að þeir urðu að setjast niður og hvíla sig. Stóðu nú nokkrar vonir til þess að þeir kæmust til London í tæka tíð. Skyndilega kom Fogg auga á rennilegt skrúfuskip sem lá við festa rétt utan við hafnagarðinn. Fogg gaf merkjum að þeir félagar vildu fá árabát og hann steig borð ásamt Passepartout. Bíddu hér eftir okkur, kallaði Fogg til Aodu. Þeir voru brátt komnir upp að hliðinni á Henriettu. Fogg og Passepartout klifruðu borð og gengu á fund skipstjórans. Hvert er skipið að fara? Spurði herra Fogg. Til Bordeaux, svaraði skipstjórinn. Getur þið ekki farið með okkur til Liverpool? Liverpool, sagði skipstjórinn. Hvers vegna þá bara ekki alveg eins til Japan? Auk þess tek ég aldrei neina farþega. Það er allt og mikið fyrir þeim haft og þeir eru síkvartandi og ég vissum að þið vitið heldur ekkert siglingar. Hann snýrist á hælu og gekk í burt. Í sömu svipan losnaði salttunna á tilfærinu og rúllaði í áttina að skipstjóranum. Gættu þín, hrópaði Passepartout. Skipstjórinn stökk til hliðar misti fótana með þeim afleiðingum að hann stökk útbyrðis. Hjálp, hjálp!
Hann barðist í menguðum sjónum. Passepartout stökk hiklaust á eftir honum. Hann náði tækja á skipstjóranum og synti með hann að kaðalstiganum. Þeir klifruðu borð, hóstandi og skirpandi. Allt í lagi, sagði skipstjórinn. Þið fáið far með til Bordeaux, en það kostar ykkur 1000 dali á mann. Svo hvarf hann aftur inn í klefa sinn. Passepartout var hneykslaður á þessu okurverði. Þvílíkur þorpari, sagði hann. Auk þess erum við ekki á leið til Frakklands, við þurfum að komast til Englands. En Fogg brosti bara. Láttu mig það, sagði hann. Aðalatriðið að komast einhvern veginn yfir Atlantshafið. Og svo reru þeir tilbaka til að sækja Áotu. Skömmu síðar leysti Henrietta landfestar. Ferð þeirra umhverfis jörðina var nú brátt á enda. Þeir voru lagðir af stað frá Ameríku til Evrópu. Þeim dvaldist lengi á tilfarinu. Þeir áttu eftir að segja Áotu frá öllum þeim ævintýrum sem þeir höfðu lent í frá því að leiðir þeirra skildu í Fort Curley. En skyndilega steinþögnuðu þau, því að reiði óp hvað við frá klefa skipstjórans. Þetta er í annað skipti á 5 árum sem þú hefur sofið yfir þig, æpti skipstjórinn. Þess vegna ætla ég að sjá til þess að þú verðir hýrudreginn. Hypjaðu því svo og þvoðu þilfarið. Skömmu síðar sáu þeir sjómann birtast með vatni í fötu og gólfbusta. Það er ríkja greinilega skemmtilegar umgengnisvenjur hér borð, sagði Fogg við sjómanninn. Þetta voru nú bara smámunir, sagði annar sjómaður sem að leið átti framhjá. Skipstjóranum fannst ég borðuð mikið í gær. Nú fæ ég ekkert annað en vatn og brauð næsta mánuðinn. Höfum allir fengið okkur fullsatt á honum. Hann er algjör harðstjóri, hugsaði Fogg með sér. Svo gekk hann rakleiðis til klefa skipstjórans. Hvað er þér á höndum? spurði skipstjórinn hranalega. Sérðu ekki að ég er önnum kafinn? En Fogg sá ekki neitt sem benti til þess. Ég býð þér 1000 dali í viðbót að þú siglir með okkur til Liverpool. Ég held nú ekki, svaraði skipstjórinn. Við erum á leið til Bordeaux og ég ætla hvort sem er að láta ykkur borga helmingi meira fyrir farið. Fogg lét þetta ekkert á sig fá. En það væri samningsbrot, sagði hann. Það skiptir engu. Ég get líka siglt ykkur á næstu eyju og skilið ykkur eftir þar, sagði skipstjórinn. Og vertu svo sæll, herra Fogg. Á þilfarinu spurði herra Fogg sjómennina hvort þeir vildu ganga í hans þjónustu. Það sjálfsögðu, sögðu þeir. Hvenær vilt að við byrjum? Strax, sagði herra Fogg, og þeim til mikillar undrunar snér hann aftur til klefa skipstjórans. Skipstjórinn lá og hraut á legubekknum sínum. Vonandi dreymir þig vel, sagði Fogg, og svo læsti hann skipstjóran inni og stakk lyklinum í vasann. Skipstjórinn hlaut að hafa hrokkið upp við þetta því hann lamdi nú á hurðina með hnúum og hnefum. Opnið, opnið, æpti hann. Sem skipstjóri skipaði ykkur að opna. Við þurfum ekki lengur á skipstjórum að halda, sagði Fogg. Nú tek ég við stjórninni og ég lof ykkur því að koma betur fram við ykkur og borga ykkur hærra kaup. Fogg stóð sjálfur við stjórnvöl og breytti stefnu skipsins. Það var nú á leið til Englands. Passepartout skemmti skipverju með því að standa á annarri hendinni. Skipstjórinn hamaðist og froðu felldi í klefa sínum, en áhöfnin á Henriettu var nú í fyrsta skipti létt í skapi.